Skólaheistir reynir á styrk, snerpu og úthald. Skólaheistir í samstarfi við Mjólkursamsöluna. Komið sæl og velkomin í Skólaheisti. Í síðasta þætti vorum við út á landi og sáum 2 norðlenska skóla tryggja sér sæti í úrslitum. Og svo fengum við líka nýtt Íslandsmet í armbögjum sem Snjólaug Heimisdóttir úr Giljaskóla setti. En í kvöld komið að Reykvíkingum og eiginlega dálítil pressa á þeim að sýna fram á að þeir standa ekki landsbyggðarskólanum að baki. Þessi byrjun í Reykjavíkurriðið var allt svakalegur því að alls mættu krakkar frá 14 skólum í íþróttahúsið Austurberg til að styðja sín lið. Skólarnir eru þessir: Seljaskóli, Hamraskóli, Rimaskóli, Breiðholtsskóli, Árbæjarskóli, Hólabrekkuskóli, Víkurskóli, Borgarskóli, Húsaskóli, Ölduselsskóli, Norðlingaskóli, Ingunnarskóli, Fellaskóli og Engjaskóli. Og við byrjum á uppbyggingunum. Þetta eru fyrstu 2 keppendurnir, Hilmar Ómarsson, Hamraskóla og Sigurður Sverrisson, Hólabrekkuskóla. Byrjaði þetta af nokkuð miklum krafti. Hilmar kom í 21, Sigurður örlítið á eftir honum. Og hér hættir Sigurður eftir 21 uppbyggingu, en Hilmar á eitthvað meira inni og skilar inn 26. Nokkuð gott. Þetta eru Hörður Helgason úr Árbæjarskóla og Eiður Rafn Gunnarsson úr Seljaskóla. Athyglisverð rimma því að þeir beita mjög ólíkri tækni. Við sjáum að Hörður á vinstri hönd fer nánast þráðbeinn upp. Engin sveifla, bara hreinn styrkur, á meðan að Eiður er hins vegar með sveifluna á hreinu. Nær 34 uppbyggingum með þessari góðu tækni. Hörður reynir hérna á 23. uppbyggingum en 22 staðreind hjá honum. Þetta eru svo frá Fellaskóla, Freyr Sapútra Danielsson og Benedikt Haukur Ölduselsskóla. Benedikt Haukur greinilega mjög sterkur, rífur upp 23 strax. Freyr klárar 8 uppbyggingar, en Benedikt Haukur, hann ætlar að tryggja sér sigur. Og er þegar komið fórustu hér, nær 37, reynir að bæta einni við, Andri svindlaði að fara í ofar. Hann rembist örlítið áfram, en 37 staðreind og sigur. Er það alltaf í ræktinni eða hvað gerir þið? Jú, ég fer í ræktina með mömmu minni. Já. Tvisvar í viku svona. Flott hjá ykkur. Hún krafðist þess. Er það eitthvað íþróttir líka? Já, við júdó. Það er örugglega mjög gott fyrir þetta. Þá var komið að stelpunum að reyna fyrir sér í armbögjukeppni. Og hér hafa þær Hildur Karen úr Húsaskóla og Lovísa Snorradóttir úr Ingunnarskóla hafið standað. Þær keppast hér við að raða inn armbögjunum. Hildur Karen hættir hér eftir 33 en þá er Lovísa að detta í sína 50. Og hvað gerir hún? Nær 53 en þá þrýtur kraftinn. Þá taka við þær Rakel Ýr úr Fellaskóla og Guðrún Margrét úr Árbæjarskóla. Það þarf svo sannarlega að hafa fyrir hverja einni og einustu armbögju eins og þið vitið, en þær láta undan nú líta út fyrir að vera aðeins auðveldara en það er. Rakel nær hér 29 armbögjum og lætur þetta gott heita. Guðrún er hins vegar komin upp í 51, hér greinilega alveg á síðustu drópunum, nær 57 sem er dútur gott og það besta hingað til. Síðastar í bili eru Steingerður Hauksdóttir úr Engjaskóla og Birgitta Rún úr Hólabrekkuskóla. 29-39. 11 armbögjur til, þá hættir Steingerður leik, en Birgitta puðar hins vegar áfram. 58. Hér er hún svo komin í 65 sem var með Íslandsmetið fyrir þetta ár og hún lætur það nægja. Það Íslandsmetið féll á Akureyri daginn 106 armbögjur. Er það raunhæft? Ekki verið með held ég. Ég held að það sé mjög erfitt að toppa. Það hefur ekki getað best, er þetta kannski þinn besta árangur? Ég hef getað 100, en ekki í dag. Þá er það nú raunhæft. Já, kannski. Hver er lykillinn? Bara gera þitt besta held ég. Pína sig. Já, eiginlega. Já, 2 góð ráð sem við fengum þarna, annars vegar að fara í ræktina með mömmu sinni og hins vegar bara að pína sig áfram. Já, ég geti hygglust pínt mig áfram, en ég veit þetta ekkert hvort ég fengi mömmu til að fara með í ræktina.
Ég efast það. Já, ég veit ekki með mína sko. En ég veit að ég geti fengið önnunarnir ræktarnir eins og það. En sigur í 2 fyrstu þrautunum í Breiðholti til Ölduselsskóla og Hólabrekkuskóla. Já, sterkir á heimavelli enda keppt í íþróttahúsinu Austurbergi. En staðan þá þessi, og hún nokkuð skemmtileg. Því 3 skólar deila efsta sætinu. Árbæjarskóli, Ölduselsskóli og Hólabrekkuskóli. Allir með 22 stig. Hamraskóli svo næstur í 4. sæti með 19 stig. En höldum áfram og sjáum næstu greinar. Við hefjum leiki í díunum á 2 breiðhyltingum. Þetta eru Sigurður Sverrisson úr Hólabrekkuskóla og Benedikt Haukur Ölduselsskóla sem við sáum sigra áðan í upphífingunum. Við sjáum á Sigurði þarna að þetta gríðarlega erfitt. Rembist hérna komið 23. Það það sem hann skilar í hús, en Benedikt Haukur setur pressu á aðra keppendur. Nær þó ekki alveg að hífa sig upp í 38. dífuna en 37 staðrind. Daniel Arnar úr Húsaskóla hér á vinstri hönd og Alexander Guðmundsson Rimaskóla hér á hægri hönd. Og eins og áðan þá sjáum við að strákarnir rembast við að rétta úr handleggjónum. Hvað eftir annað 30 komnar hérna hjá Daniel. Og hann var eitthvað meira inni. 38 komnar. Gefur allt í þetta. En 38, það líka dágott fyrir upp fyrir Benedikt Hauk. Þetta svo Hörður Helgason, Árbæjarskóla og Sölvi Snær, Engjaskóla. Hörður sýndi áðan í uppbyggingunum og hann nautsterkur og þessi grein virðist eiga jafnvel enn betur við hann. En hann þarf að fara upp fyrir 38 dífur til þess að ná sigri. Hér á búin í 37, 38 búin að jafna Daniel Arnar og 39 sigurinn í höfn. Hefur Jónsi var að segja að ekkert vandamál með að eignast Facebook-vinni í kvöld, áttu kæristu? Nei. Heldur þú ekki náður kæristu eftir að norgur? Vonandi. Af hverju ert þú settur í dífuna? Bara æfa vel, gaman. Föstu? Já. Þá komið að þeim lið í skólahristi sem hljómar ekki beinlinnis sjónvarpsvært. Það fólk hangandi á sláin lengi og það getur. En þetta nú allt svo flottar og keppnislega stelpur að þeim tekst að gera þetta spennandi. Hér 1,5 mínútu liðin og enn hanga þær allar sem fastast, virðast hollrólegar. 2:10 og hér fyrir 1. 2:30 og þá eru 2 eftir Stefania Eydís úr Rimaskóla og Hildur Karin úr Húsaskóla. Hér dettur Stefania, Hildur reynir að laga takið en rennur niður eftir 3 mínútur og 22 sekúndur. Þá sjáum við næstu 5 stúlkur. Þær virðast alveg jafn rólegar og stöllur þeirra hér áðan. Það hanga allar sem fastast. Hér fara þau 2 nánast á sömu sekúndum. Steingerður úr Engjaskóla hér eitthvað að velta hlutunum fyrir sér. 2:12 og 2 eftir. Guðrún Svava úr Norðlingaskóla skilur Steingerði svo eina eftir á sláni. Hún hlær bara og skemmtir sig greinilega nokkuð vel. Ekki alveg jafn kátt hér. Og missir takið. Það Steingerður, 4:31 það ekki? Það ekki bara ásættanleg? Jú, ég bættum alltaf þessi fyrra. En ég veit að þú ert í höndunum og ert búin að vera með klaka á puttunum. Hvernig líður núna? Veitum sko, ég var bara svona til hérna, meira mest. Allt læg núna. Ég bóttu. Jú, ógeðslegt gaman. Já, þetta var ekki bara vont, þetta heldur bara ógeðslegt. En það var þetta ekkert ógeðslegt í gangi á Herði Helgasyni þegar þú spurðir hann hvort hann ætti kærustu. En ég held að það hefði verið svona býsna ánægður með þetta. Já, kannski. Það ætti kannski fylgjast eitthvað frekar með honum og ringja í einu tækifæri og gá hvernig þetta gengur. Já, þú gerir það. Já, en það er svona keppnin sem á að vera aðalmáli í þessum þætti og við skulum sjá stöðuna eins og sakir standa. Ölduselsskóli situr nú einn í fyrsta sæti, 1,5 stigi á undan Húsaskóla sem var í 7. til 8. sæti eftir fyrstu 2 þrautirnar. Frábært start hjá þeim. Í 3. sæti svo Árbæjarskóli. En þá er komið að síðustu þrautinni í þessum riðli. Það eru fumlaus vinnubrögð starfsfólks skólahristi við að undirbúa brautina og gera allt klárt. Og þá er það bara að ræsa fyrstu keppendur. Þetta eru Kristjana Björk, Breiðholtsskóla og Jara Sól úr Hamraskóla. Kristjana Björk á undan í turnin, en Jara Sól ætlar ekkert að gefa þetta. Eltir hann uppi. Turnin er 6 metra hár, en þetta er ekki beinlínis fyrir loftræta. Svo er það undir grindurnar. Kristjana búin að ná töluverðri forystu. Rífur sekkina yfir í kassan.
Jarasól. Kristján Erik ætlar sig greinilega að skila mjög góðum tíma fyrir Breiðholtsskóla. Niður kaðalinn og inn í bílinn fer hún og sendir af stað Kristján Hrafn Kristjánsson. En fyrir Hamraskóla hleypur Ófeigur Atli sem ennþá bíður inn í bíl eftir að Jarasól klári kaðalinn og hérna kemur hann. En sjáu þið Kristján, þetta er greinilega mjög öflugur keppandi. Stór og stæðilegur, ríkur í gegnum þetta. Bláu sekkir strákana komnir í kassan og þá var það stefnin. Þetta stefnin í mjög góðan tíma hjá Breiðholtsskóla. Örlítil vandræði með simpibandið og Ófeigur saxar á forskotið. En hér er Kristján kominn upp kaðalinn og þá er bara að drífa sig inn í bíl. Og hver er tíminn hjá Breiðholtsskóla? 2:32. Þetta er svo Auður María Óskarsdóttir Árbæjarskóla og Berglind Rós Norðlingaskóla. Auður María ríkur af stað, tekur strax forystuna. Ekki nokkrum vandræði með turning, hvað á grindurnar. Og hver er Berglind? Það er hún. Greinilegt að Árbæjarskóli hefur æft stíft fyrir þessa keppni. Og Auður María ekki nokkrum vandræði með að sippa og upp kaðalinn fer hún og sendir sinn liðsfélaga stað sem lendir í smá vandræði með dekkin. Þetta er Hákon Ingi Jónsson. Hann fer þá tilbaka og klárar þetta. Það þýðir engin refsistig. Abbastígin ekkert vandamál. Hér er svo Jökull Garðarsson kominn að stað fyrir Norðlingaskóla. En Hákon er talsvert á undan honum. Gott forskot sem Árbæjarskóli er með. Hvað gerir Hákon Ingi? Hann þarf að bæta tíma Breiðholtsskóla sem er 2:32. Og þetta stefnir í að vera æsispennandi. Jökull fer örugglega með þetta allt saman en Hákon Ingi nú þarf bara að drífa sín í bíl til að reyna að bæta tíman. Og það gera þau. 2:17, þetta er ekkert smá flottur tíma, Kaka. Já. Takk það. Hver er galdurinn? Ég veit ekki, bara æfingar eða eitthvað. Það er bættir hæfileikar. Þið voru samt að bæta Árbæjarskólamyndin. Jú, 9 sekundir. Samt með það? Það var fyrir aðrænstu sko. Hvernig hefur undirbúningurinn annars verið í Árbæjarskóla? Það er engin. Engin? Nei, við erum bara valið bara. Þið eru svo flott, eða hvað? Já, samsögur. Já, meðfæddir hæfileikar í Árbænum, vantar ekkert upp á óverðina. En það var reyndar frábær tími hjá þeim Auði og Hákoni. Já, 2:17, þetta er bara með því betra sem við höfum séð í vetur. Já. En þó svolítið frá ótrúlegu meti sem Mosfellingar settu í fyrra, 2:05. Já. En þó metið hafi ekki fallið, þá sáum við þarna svo ekki verið umvist hversu mikilvæg hraðaþrautin getur veitt. Já, því þessi sprettur Árbæinga þýðir að skólinn sigrar í þessum riðli og nokkuð örugglega með tæp 70 stig. Í öðru sæti er Breiðholtsskóli og þar á eftir Hólabrekkuskóli sem hefur setið í 3. til 4. sætinu í gegnum keppnina. En þá er það áskorunin. Og hingað eru komnir góðir gestir vikunar, það er Sigríður Dagbjört Ásgeirsdóttir, ungfrú Reykjavík og Vala nokkur Grand. Velkomin báðar þér. Ég er nú að segja bara að áður en við förum í vídeóð af ykkur, ég bjóst nú svolítið jafnir keppni. Ég held að hún myndi samt að myndi vinna mig sko. Já, okkur helstu það? Af því hún var meira svona í formi en ég. Já, nei, þú veist, þetta er náttúrulega allt annað en að fara, þú veist, í ræktina og eitthvað svolítið. Þetta er bara eitthvað fitness dæmi, sko. Hún er plötslega að pressa á þig strax. Næðið einhverjar íþróttir? Ég æði fimleika. Þú æði fimleika, já? Já, og ég æði karate. Og ég æði fótbolta. Já, ok. Já. Ég hef bara eftir dans senjálfur en ekkert annað. Reynt þegar ég ýmislegt. Þetta er ekki tengt í. Nei, ég held líka mjög minn sé bara búin að sundla það. Því ég var líka í dansi, og pole fitness. Já.